Þorvi Feðga mættir hérna í Fífuna í Kópavogi því hér ætlum við að hitta strákana í BMX Bros. Þeir eru gríðarlega vinsælir enda brjálað að gera hjá þeim. Við ætlum að koma hér í Fífunu á stærstu sýninguna þeirra og tökum þá svo í smá spjall á eftir. Strákarnir í BMX Bros hafa gert það gott eftir að þeir höfnu í öðru sæti í Ísland Got Talent og Stöð 2 árið 2014. Þeir sýna listir sínar á BMX hjólunum út allt land og eru með námskeið fyrir börn og unglinga. Strákarnir eru góða fyrirmyndir og þeir ná oftast upp frábæri stemmingu á meðal áhorfenda eins og á símamótinu í knattspyrnu í Smáranum nýlega. Þetta var klikkusýning. Við erum mjög ánægðir með það. Þetta var mikil orka, mikil gleði, hamingja, öskur. Og krakkarnir bara á þessari sýningu eru bara frábærir. Maður sér bara hvað við finnst þetta geggjað sko. Það er bara frábært, það er svona að veitir maður meiri kraft til þess að vera alveg klikkaðar á sýningunni. Já, bara geggjað sko. Og þið eru bara bókaðir allt sumar eða hvað? Já, við erum bókaðir alveg fram í enda ágúst. Við erum búin að vera að sýna nokkur einstu helgi bara frá því í byrjun júní, enda maí. Þannig að það er frábært sko. Hvað kom til að þið byrjuðu að hjóla á sínum tíma? Bara við vorum með fjallahjólum allir þrír eða ekki og út frá því fórum við að prófa BMX og öðru þessi listir og þetta er bara ógeðslega gaman og léttur og góð vinnuhópur. Ég byrjaði sko á hjóli þegar ég æfði fótbolta, hjólaði alltaf á fótboltaæfingar. Mér fannst alltaf skemmtilegra að hjóla æfingarnar heldur en að vera á fótboltaæfingunni sjálfri. Svo hætti fótboltanum og keypti hjól og út frá því byrjaði þetta. Já, ég fór á okkur svona svaka sýningu þegar ég var 10 ára með svona BMX-hjólum í Laugardalshöll. Og það bara eitthvað svona kviknaði eitthvað í hausnum á mér. Mér langaði bara í svona hjól bara frá því ég sá það. Og hjólaði fyrst á fjallahjóli í 2 ár. Var ekki alveg að finna mig á því. Prófaði BMX og bara fann það strax að mér átti að gegja. Og bara búinn að vera þrjóskur, selfisingur, alltaf einn að hjóla nema þegar ég kynntist þeim bara í 8 ár núna. En hvað er við BMX-hjólin sem er öðruvísi en önnur hjól? Engin gírar, engin demparar, enga bremsur, minni, ekkert sem flækist fyrir. Við getum snúið stýrin í endalausa hringi til dæmis. Eins og hér. Létt og sterk. Ég er bara að prófa þetta líka. Þú prófa það? Ég er þetta hlifið niður. 1, 2, 3, upp! Það er menn misgóður að hjóla. Þetta er ótrúlega gaman. Þetta er hrikalega góð líkamsrækt. Já. Það er svakalega sterkur af þessu og þetta er bara geggjað gaman. Málið er hjá mér. Mér finnst þetta svo gaman, saman hvað maður er þreyttur, þá heldur maður alltaf áfram. Ef maður fer kannski í líkamsrækt, þá er þetta ekkert ógeðslega gaman að lyfta einhverju lóðum. En hér er maður bara á fullu og þess vegna held ég að þetta sé frábær líkamsrækt. Maður pínir sig áfram. Það er reyndar mjög gaman að lyfta lóðum, sko. Þú ert náttúrulega crossfittari. Já, reyndar. En þið náðu góðum árangri í Ísland Got Talent, var það ekki það sem kom ykkur áfram? Það var allavega kveikti í þessum sýningum. Þetta er eitthvað svona konsept sem við höfum aldrei ímyndað okkur að myndi bara einhvern veginn virka hérna heima. En þetta svínvirkar. Það hjálpaði okkur að hafa svona stökkpallur inn í sýningabransan, Ísland Got Talent. Þannig að við erum mjög þakklátir fyrir að hafa tekið þátt í því. Þetta var gjörsamlega geggjað. Þetta er bara fáránlegt hvað þeir eru að gera og þeir eru flotta fyrirmyndir og ég vona að þið verðið geggjaðir í þessu lífi. En er ekki eitthvað nördalegt við þetta? Jú, Ég sé ekki hvað er nördalegt við mig á þessu hjóli. Er maður ekki smá nörd á svona litlu hjóli? Jó, það er oft krakkar sem spurja, hvað er á svona litlu hjóli? En við erum þetta töff nördasport, sko. Já. Er ekki núna töff að vera nörd? Nákvæmlega. Strákarnir leggja mikla áherslu á að allir sem eiga hjól og eru úti að hjóla séu með hjálm á höfðinu. Það séu atriði númer 1, 2 og 3. Já, þeir hafa líka bara bjargað okkur mjög oft. Ég hef alveg lent mjög illa á hausnum okkur. Þú ekki með beiglu eftir seinustu dettu? Ég var að sýningu daginn og fótbröt mig. Ég kom úr gifsinu fyrir viku síðan og þá fekk ég hérna stóra rispa á hjálminn. Þessi rispa væri á hausnum hans. Góða rispu hér og brotið fót. Þannig að það er gott að vera öll í lífum. Og svo erum við alltaf með hérna legglífa líka.
Þeir eru líka alltaf í sterkum skóm sem að skilur styðja við ökklan og allt. Þannig þeir eru mjög vel meðvitaðir þetta? Já, alveg svakalega. Bara því að maður vill ekki lenda í ykkur svona leiðilegu eins og að brjóta sig eða eitthvað. Það er ekkert rosalega leiðilegt að brjóta sig en það er rosalega leiðilegt að geta ekki gert neitt í nokkra vikur þegar maður er svona aktífur alltaf að hjóla og lyfta og gera sem maður er að gera. Hvaða skilaboð eigið til krakkar sem hafa áhuga á þessari íþrótt? Bara go for it. Go for it. Halda áfram að fá litlu skrámunar og á endanum ertu farin að gera heljarstökk ef þú þorir og vilt og getur. Nota hjálm, taka lýsi og halda fram að detta eins og það ferur bara sterkari bein. Já. Það er bara þannig. Nota hjálminn. Já. En hvað er framundan hjá strákunum í BMX Bros? Ég er að byrja í háskóla. Já, ég held bara áfram í vélstjóranámi í Reykjavík sem tekur 1 ár viðbót eða 2. Síðan er það að kenna líka með námskeið. Hvers konar námskeið eru það? Það eru BMX námskeið. Ég er með námskeið á Selfossi, minna en þeirra, þeir eru með allt sumarið. Ég er með bara í viku á Selfossi alltaf. En það er alltaf bara uppbókað, ég er búinn að vera með einu sinni áður og það bara sprakk. Bara krakkarnir vildi allir koma í það, sem er bara frábært. Og það var mjög gaman. Mikill og góður áhugi fyrir þessu sporti, maður sér það. Já, nákvæmlega. Allir krakkar duglegir að taka þátt og reyna og mjög gaman að sjá það. Og hvað er það að kenna á námskeiðunum? Bara stökkva, tímaþrautir, hástökk, langstökk, kenna einhver tricks. Svona undirstöðuatriðin. Já, nákvæmlega. Grundvallaratriðin eins og getur gert eitthvað, skilur við. Hoppa á jörðinni sem er mjög mikilvægt að læra. Bara upp á mjög mörg trikk. Bara ýmislegt. Og það var bara þannig. Maður þarf að geta lyft framdekkinu. Maður þarf að geta lyft afturdekkinu og þá getur maður samtíma þetta. Þetta er ekki flókið. Þannig að þetta er bara mjög einfalt. Nákvæmlega. Í rauninni. Það er ekkert mál. Ég held ándu sem maður er kannski mestalagi með hálftíma með einhverjum, þá lærir hann þetta. Þetta er rosa easy. Ef þú getur lyft framdekkinu og afturdekkinu, þá getur þú gert þetta saman, sko. How come the sun don't shine like it used to, like it used to? It don't shine. Why don't it shine no more, no more? No one to hold my hand like you used to, like you used to. Can't get used to you not loving me no more, no more. En er þetta bara strákasport eða líka stelpusport? Alls ekki. Klárlega Ég er fleiri stelpur í þessu. Ég á með stelpur á námskeiðinu fyrra. Það var alveg svakalega gaman, sko. Og það eru alveg jafn duglegar að strákarnir. Já, líka bara alveg jafn þornar. Þetta er ekkert bara strákasport. Alls ekki. Fyrir alla. Já. Gamla, unga, stelpur og stráka. Þetta var síðasti þáttur Feðga á ferð sumarið 2016. Við vonum að þið hafi haft gaman og ánægju á þáttunum. Við þökkum kærlega fyrir okkur og vonandi sjáumst við aftur sumarið 2017.